Þessi ekki, þetta var pínu brekka hérna, meistaravöllum í dag fyrir þínu menn? Já, þetta rosalega fálið ráðið við K.R.-liðið í þessum takti og þessu tempói. Þannig að, þú veist, bara góður skóli fyrir okkur og við hljótum að læra heldur með þessu. Við buðum okkur upp á stórskemmtilega leik, bæði lið svona reyndu að spila sinn leik, hefðirðu mögulega getað nálgast leikinn eitthvað öðruvísi? Já, ég get alltaf örugglega pælt eitthvað í því, sko. Ég er þannig ekki að pæla í því. Mér fannst við bara, og margir hjá okkur ekki alveg ráða við tempóið, ekki alveg ráða við svona heldur bara á okkur, ég ekki alveg við þetta. Fannst þó nokkrir í mínu liði spila þrjusu vel og sína þeir heima. Við þurfum fleiri ef við ætlum að ráða við lið eins og K.R. Í svona leik, á svona tempói. Þá þurfa fleiri einhvern veginn að matcha þetta og gera betur. Það voru ekki nógu margar góðar frammistöður. Mögulega mistök að breyta ekki sigurlið eftir valsleikinn? Og þessu samkeppni í liðinu? Já, við erum með samkeppni. Við unnum síðasta leik og mér leið bara eins og við að þetta var rétta liðið. En Ingimar, hann hlýtur að vera fann að banka á dyrnar. Hann með 2 mörk og 1 stoðsendingu bara af öllum ykkar, af 3 eitthvað 4 mörkum í deildinni svo far. Bara frábært, bara að grípa tækifærin hérna á mínútuna bara frábærlega í þessum fyrstu 2 leikjum og ég er svona búinn að stæra okkur að því að vera með góða breidd og góðan hóp, þannig að það var mjög mikilvægt að þeir sem koma á bekknum geri vel og mér fannst margir koma inn og gera vel að þeir sem koma inn á, þannig að bara frábært hjá honum, við erum mjög ánægð með. Þannig 3 stig í fyrstu 2 leikjunum, Hlíðarendi og Meistaravellir, þetta er ekki slæm uppskera? Nei, bara fín uppskera. Þetta kemur alltaf á og við töldum okkur alveg að sens að koma hérna og gera eitthvað. 3 stig eftir fyrstu 2, það er bara flott uppskera og nú bara fyrir við heim og spilum á heimavöllunum okkar á móti fram í næsta leik. Við þurfum að líta aðeins inn á eftir þennan leik og svona vera aðeins stærri og mjög varst svona ennþá hrollur í okkur svona eins og var svona fyrirpartana af valsleiknum. Svona við erum að stækka aðeins meira. Stuðningurinn úr stúkunni frábær, bara eins og Hlíðarenda, það er heimaleikur næst eða ekki? Verður að spila Akureyri? Verður? Já. Og bara, já, eins og segi, við erum bara ekkert eðlilega ánægðir með stuðninginn hérna og það var að vita að þetta yrði hérna, þetta er svona einn besta stuðningsmannasveitin sem við erum líka að keppa við hérna í dag, þannig að þetta var bara helviti skemmtileg rimma og maður heyrði vel í þeim í dag. Það var góð bandir í stúkunni, það var bæði sleik og milli stuðningssveitanna og svo hafði ég mjög gaman að þegar þínir menn fóru að fagna því að Víkingar væru að vinna K.A. Hafa eitthvað að gleðast yfir? Bara flott. Og bjartsýn fyrir framhaldið? Ég er mjög bjartsýn, við erum mjög ánægðir með hópinn okkar. Við erum með þetta svona skrekkurinn hljóti svona aðeins að leka á okkur núna og við þurfum fleiri góða frammistöður frá fleiri leikmönnum í næsta leik og í næstu leikjum til þess að heildarbragðurinn á okkur var ekki nógu góður í dag, þannig að við þurfum hann betri í næsta leik. Aron Ingi er búinn að koma vel inn í báða leikina finnst mér, er að koma tilbaka eftir meiðsli, er hann ekki að komast í betra stand og svona? Algjörlega, fleiri mínútur? Jú, hann náttúrulega byrjaði bara á fótbolta fyrir 4-5 vikum almennilega, hann er búinn að vera meiddur í mjög langan tíma. Þannig að bara frábært að sjá hann koma hérna og eins og þú segir, hann er búinn að taka mjög stór skref í síðustu 2-3 vikur, þannig að hann er bara mjög nálægt þessu. Takk fyrir.